Guðspjallið skrifar guðspjallamaðurinn Markús. Þeir komu til Kapernaum og hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduna og kenndi. Undruðust menn mjög kenningu hans, því hann kenndi þeim eins og sá sem vald hefur og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldinn óhreinum anda. Hann æpti: Hvað vilt þú oss, Jesús frá Nasaret? Ert þú komin til að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, Guð, þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. Þá teygði óhreini andinn manninn, rak upp hljóð mikið og fór út af honum, sló flemmdri á alla og hver spurði annan: Hvað er þetta? Ný kenning með valdi. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum, og orðið hans barst þegar alla Galileu. Úr samkundinu fóru þeir rakleitt í hús Símonar og Andrésar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Símonar lá með sótthita og sögðu þeir Jesús þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni, reisti hana á fætur. Sótthitinn fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá sjúkir voru og haldnir illum öndum, og allur bærinn var samankominn við dyrnar. Hann læknaði marga þjáðust af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda, en illu öndunum bannaði hann að tala, því að þeir vissu hver hann var. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Ég byrjaði víst aðeins og snemma þarna, ég var að lesa. Það var seinni sagan sem átti að lesa, eða seinni textinn, tengdamóður Símonar Péturs. Þetta er mikið kraftaverk og það getur verið furðu erfitt að tala kraftaverk Krists. Ástæðan fyrir því er svo að maður verður að hafa meira en einn hlut í huga. Í fyrsta lagi þá eru frásagnirnar af kraftaverkum Krists einlægur og persónulegur vitnisburður þá umhyggju sem Kristur ber fyrir hverjum og einum okkar. Þetta er ekki bara almenna frásagnir, heldur fjallaðar ákveðna og stundum jafnvel nafngreinda einstaklinga. Guðspjallið segir okkur frá því hvernig Kristur mætti slíkum einstaklingum. Hann læknaði sjúkdóma þeirra og hann rak út illa anda. Guðspjallin segja meira frá fáeinum atvikum þar sem að Jesús reisti upp þá sem dánir voru. En þetta er alls ekki eina ástæðan fyrir því að Biblían lýsir kraftaverkum Krists. Því kraftaverkin segja okkur frá stærri veruleika. Þau opinbera fyrir okkur hver hann er, þessi maður, hver Jesús er og hvers vegna hann kom til okkar, til mannanna, og hver afleiðingin verður af því. Þegar við lesum kraftaverk Krists, þá verðum við að hafa þetta tvennt í huga. Bæði persónulegu hliðina og heildarmyndina. Við megum ekki lesa það þannig að við komum fram við einstaklega eins og þið væru lítið annað en peð sem Jesús notaði til að ná stærri markmiðum. Við verðum heldur að lesa kraftaverkin sem persónulegar frásagnir. En að sama skapi megum við ekki loka augunum fyrir heildarmyndinni þar sem þetta passar inn. Þessir einstaklingar sem hér fá lækningu, þeir hafa fengið með þessari lækningu ákveðið hlutverk. Hlutverk sem ekki er lokið fyrr en Kristur kemur aftur. Því þeir bera með lífi sínu vitnisburð það hver Kristur er. Hver sá maður var og er sem gat læknað öll þeirra mein. Hið tiltekna kraftaverk sem við heyrum að Jesús læknaði tengdamóður Símon Péturs af sótthita og allt það sem á eftir kom, allt það sem hann læknaði, þessa sögu ekki bara að finna í Guðspjalli dagsins, heldur hann að finna líka í Lúkasar Guðspjalli og í Matteusar Guðspjalli. Textin í Matteusar Guðspjalli lýkur í 8. kafla 17. versi með því að benda á spádómsbók Jesaja. Það átti að rætast sem sagt er fyrir munns Jesaja spámanns. Hann tók á sig meinvor og bar sjúkdóma vora. Því er stundum haldið fram að á tíma Jesús hafi fólk verið svakalega hjátrúarfullt og vanta þekkingu til að geta varist ýkjum hið yfirnáttúrulega.
Hinn þekkti trúarnamaður C.S. Lewis kallaði þessáttar hugsun chronological snobbery, sem kannski mætti kalla tímatalsroka á íslensku. Raunin heldur svo að fólk á tíma Jesú skildi meira heldur en maður gerir í dag alvarleika sjúkdómana. Þegar einhver veiktist, jafnvel þótt að væri ekki alvarlegra heldur en venjulegur sótthiti, var alltaf hætta á varanlegum skemmdum eða jafnvel dauða. Svipaða sögu var að segja slasanir eða jafnvel fatlanir. Það var lítið af hjálpartækjum til fyrir lama eða sjóndapra og stundum var engin von nokkra lækningu. Maðurinn sem Jesús gaf sýn í Jóhannesarguðspjalli í kafla 9 staðfesti við farisejana og sagði: frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þar sem blindur var borinn. Þetta fólk var ekki hjátrúarfólk, þetta fólk þekkti raunveruleikann og vissi hvernig hann gat verið. Kraftaverk eins og Jesús gerði voru alls ekkert algeng sjón á tíma Jesú, ekki frekar en þau eru í dag. Afleiðingin var einfaldlega svo að kraftaverkin hlutu að segja eitthvað alveg sérstakt þennan mann sem vann þau, þennan mann Jesú frá Nasaret. Það að þau voru undantekning sögðu einmitt eitthvað hann. Og það tók yfirleitt ekki langan tíma fyrir fólk að reikna það út. Kraftaverkin vitnuðu það að Jesús sá sem Gamla testamentið hefur talað frá upphafi. Hann sá Messías sem Ísraels þjóð hafði beðið eftir. Þótt að Jesús hafi að mestu leyti látið táknin tala með þessum hætti, þá eru líka nokkur atvik í Guðspjöllunum þar sem hann segir þetta berum orðum. Í Jóhannesarguðspjalli kafla 5 bendir hann gyðingum á það að ritningarnar, það er að segja Gamla testamentið, beri vitni hann og að jafnvel Móses sjálfur hafi ritað hann. Í 8. kafla Jóhannesarguðspjalls segir hann líka það að Abraham hafi beðið eftir því að fá að sjá Jesú. Í Matteusarguðspjalli í lok 22. kafla bendi Jesús farisejunum á það að Sálmur 110 fjalli einmitt hann. Og í lok Lúkasarguðspjalls þá heyrum við sögun mennina 2 sem voru leið til Emmaus. Jesús læst í för með þeim og sýnir þeim hvernig Gamla testamentið, allt Gamla testamentið, vitnar hann. Og að lokum, einnig í í Lúkasarguðspjalli 24. kafla stendur að hann hafi lokið upp huga apostulana og skýrt fyrir þeim hvernig ritningarnar töluðu hann og báru honum vitni. En aftur að þessu kraftaverki, aftur og endurtekið gerir Jesús það sem ómögulegt, það sem engin vísindi geta skýrt. En það eru þessi verk unnin með mætti sem kemur að utan. Mátt sem kemur ekki úr náttúrunni heldur utan við hana og þar af leiðandi mátt sem yfir náttúrulegur. Það með þess vegna sem þau kallast kraftaverk. Og það það sem gerir kraftaverkin sérstök og að undantekningum. Hann sonur Guðs sem segir starf sitt: blindir frá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindið. Lúkasarguðspjall, kafli 7, vers 22. En kraftaverkin ekki bara tákn það hver Kristur heldur eru þau ríki Guðs í verki. Jesús bar sjúkdóman okkar, hann bar meinin okkar, syndin okkar á krossinum. En hvernig nýtist það okkur? Og ef kraftaverkið ríki Guðs í verki, þá spurningin hvernig eða að hvaða leyti. Þegar Guðs ríki kemur að fullu, þar að segja þegar Jesús kemur aftur á skýjum himins, þá mun hann vekja alla menn af dauða sínum. Þá sem dáið hafa í honum, í trú á hann, þá mun hann reisa aftur til eilífs lífs. Þeir munu vera án allra meina og án allra sjúkdóma. Því þegar Jesús læknaði sjúka, þá gaf hann forsmekk af því hvernig þetta verður þegar hann kemur aftur.
Það var forsmekkur af endurkomu hans. Við lásum hér í Guðspjallinu það að Jesús læknaði tengdamóður Símonar Péturs af sótthitanum. En það var sem sagt bara forsmekkur. Það getur vel hugsast að hún hafi fengið sótthita aftur seinna. Jafnvel dáið úr sótthita, þetta vitum við ekki. En það er ekki tekið fram í Nýja testamentinu. En við vitum það að í upprisunni verður engin sótthiti. Í upprisunni verða engin sjúkdómar, hvort þeir heita sótthiti, COVID eða eitthvað annað. Því að allt þetta hefur Jesús borið á krossinum. Jafnvel sjúkdóman okkar. Í krossi Krists er endanleg lækning fyrir alla þessa sjúkdóma. Meðalið er tilbúið. Við fáum það bara ekki alveg ennþá. Jesús læknaði lama og halta og í upprisunni munu allir ganga. Jesús gaf blindum sýn og í upprisunni munu allir sjá skýrt. Svona mun það vera þegar Jesús kemur aftur á skýjum himins, eins og ritað í Opinberunarbók Jóhannesar 21. kafla. Og ég heyrði röst mikla frá hafsætinu sagði: sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Þetta er það sem koma mun. Þetta er okkar eilífa von. Þetta er það sem Kristur lofar okkur. Ég er ekki mikill karismatíkus, allavega ekki í samanburði við marga aðra. Og þá getur auðvitað verið freistandi að leggja alla áherslu á andlegu hliðina, það er að segja táknið sem hér á sér stað. En svo eru auðvitað til þeir sem að líta á þetta algjörlega frá hinni hliðinni og sjá bara kraftaverkið. Þeir segja eitthvað þessa leið, svona á þetta verið hjá kristnum mönnum einnig í dag. En þá verðum við aftur að hafa þessar tvær hugsanir í huga, bæði persónulegu hliðina og heildarmyndina eða táknið. Við sjáum í fyrsta lagi þá umhyggju sem Kristur ber fyrir einstaklingnum, fyrir Pétri og sér í lagi fyrir tengdamóður hans, því hann læknar hana af sótthitanum. Eins eigum við að bera umhyggju fyrir náunga vorum og biðja fyrir honum þegar hann hefur þörf á því, hvort sem það er í litlu eða stóru. Við eigum að biðja miskunn og hjálp Guðs. Við eigum að segja Drottinn, miskunna þú oss. Eins eigum við að gleðjast og fagna yfir gjöfum Guðs. Hvort sem það er í litlu eða stóru, þegar okkur batnar af sjúkdómum okkar, þá eigum við að þakka Guði fyrir alla náð hans. Og samt sem áður hefur Jesús aldrei lofað því að hann muni lækna alla sjúkdóma í lífi okkar hér á jörð eða frelsa okkur frá öllum meinum hér á jörð. Það lofað á við upprisuna. Og einmitt þess vegna er von okkar ekki bundin við þennan heim eða þessa jörð, heldur er von okkar bundin við endurkomu Krists. Þá mun hann gera alla hluti nýja. Með öðrum orðum þá tökum við með fögnuði við öllum þeim gjöfum sem hann gefur okkur, hvort sem þær eru stórar eða smáar. En von okkar er alltaf bundin við Krist sjálfan og við endurkomu hans á efsta degi. Þess vegna rísum við úr sætum og játum saman vora heilugu trú á þann Guð sem skapaði heiminn með orði sínu, á þann Guð sem tók á sig syndir okkar og sjúkdóma og þjáningar, á þann Guð sem gefur okkur hérna eilífi von upprisu allra dauða á efsta degi. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er enn og verða mun aldir alda. Amen.